Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, fjölbreyttur þáttur framundan. En garðurinn í Suðurnesjabæ hefur verið í sviðsljósinu og þar erum við núna og ætlum að byrja þáttinn að segja ykkur frá verulega miklum byggingaframkvæmdum. Bragi Guðmundsson verktaki var að taka hérna heila götu og ætlar að byggja hér fullt af íbúðum. Komum með okkur í garðinn. Bragi, hvað stendur til hérna? Nú er það bara stórframkvæmdir framundan, eða? Við ætlum að leggja undir hérna 24 íbúðir í þessari götu sem ber gott nafn, Máraklöpp, sem er nafn eiginlega sem móður mín hét, en það var bara tilviljun að það kom upp, sko. En já, við ætlum að byrja hérna krafturinn. Hvað segir að byggja mikið hérna? 24 íbúðir. Hvers kyns íbúðir eru það? Já, þetta eru 12 íbúðir sem eru raðhús, án bílskúrs, og svo eru eitt parhús. Já, þetta er allt parhús, með skúrum og svona, þetta er svona flott hús, sko, sem við erum að breyta stíl, alveg nýjan stíl. Af hverju? Og hvað segir meira um þennan nýja stíl? Bara þetta er orðið svo einsleitt, við ætlum bara að breyta þennan stíl. Við erum bara að byggja sem mikið að svipuðum húsum, okkur langar að breyta til. Bara svona, já, eins svona vistvæn hús með gras á þakkinu og svona. Og þið eru hérna á ykkar heimaslóðum. Já, þetta er okkar heimabær, það er bara, hérna er fæddur uppalinn, þannig að okkur langar að vera hér. Já. Þannig að það er svolítið myndarlegt að taka heila götu. Hvernig er það hugsað eitthvað í meiri heildarmynd? Já, bara að taka heildarmynd á götinu og klára hana frá A til Ö, þannig að þá er svona heildarmynd götunar góð. Hvað áætlið að gera þetta löngu tíma? Svona 2 ár, taka þetta á 2 árum. Markaðurinn er náttúrulega búinn að vera mjög góður, fasteignamarkaðurinn. Já, það er mikið trukk á honum. Já. Þannig að þið eru ekkert feimnir við það? Nei, ekki neitt. Og er unga fólki Bragi að koma í garðinn eða er þetta blandað? Þetta er mikið blandað, sko, það sem við erum búin að byggja hérna út frá. Þannig er eftir útskóla, það nú konar held ég 70 eitthvað íbúðir. Það er nú heilt hverfi sem við búin að byggja upp á nokkrum árum. Það er þó nokkuð fólki sem eru að koma líka úr Reykjavík, bara fullorðnu fólki, sem sér tækifæri í að selja í bænum og kaupa sig hérna, sko. Svo er náttúrulega komið líka ungt fólk þar, en þetta er bland, já, þetta er blandað, sko. Hvað ertu búin að vera lengi í fyrirtækjarekstri sem byggingaverktaki? Ég er búin að vera síðan, má segja, 1980, stanslaust. Búin að upplifa ýmislegt? Já, ég var byrjaði því ég byggði húsið mitt 1978. En ég er búin að vera bara sjálfstæður síðan alveg. Og þannig að... Er þetta búin að breytast mikið? Þessi vinna? Já, hún er alltaf öðruvísi. Hvernig þá? Náttúrulega bara eins og uppsláttur á húsum. Þetta er ekki timbur lengur, þetta er bara einhverju flekar og kranar og svona, þetta er léttar á hendinni með hvað það var þá. Fljótlegra eða ekki? Miklu fljótlegra. Hvað finnst þér svona já, þetta er bara mjög algengt í dag að íbúðir eru bara fullkláraðar. Fólk flytur bara inn og getur tekið bara kaffikönnuna og hérna rúmfötin með og byrjað að sofa. Ég hefði nú bara þannig að það er allt búið. Og ég fer bara inn með blómavönd og setja á eldhúsborðið og bara gera svo vel hér í húsið. Það er allt búið. Það er ekki naglettir. Við höfum þetta er okkar, hvað ég segja, lífsþorstinn er í því að klára hlutina. Skila hann bara vel frá okkur. Þú er búin að vera heppinn í gegnum tíðina með reksturinn? Ég er búin að mjög heppinn. Nóg að gera alla tíð? Það hefur bara ekki dottið dagur úr hjá okkur. Alla tíð. En við náttúrulega erum alltaf að skapa með eins og þetta. Þannig að við tökum sveifluna þá í þessu ef að annað dettur niður. En við ætlum núna að halla okkur kannski aðeins meira út í
þessa hlið sko. Við erum ekki út allt eins og landafjanda sko. Hvernig það búin að vera í fyrirtækinni á föður sínum? Það bara mjög gott og að reynast mjög vel, mjög gaman. Það ýmislegt sem þarf að gera. Já, það að mörgu að taka, það bara flis, þannig að það bara fylgir rekstri, það bara þannig. Hvað svona það fyrsta sem þið eru að taka hérna fyrsta skóflustunguna í nýju götunni ykkar? Já. Og hvað svona, hvernig tímalínan, hvenær getið þið farið að vinna svona húsin? Það verður byrjað í söklum í næstu viku, bara þriðjudag, þá verður byrjað að slá upp söklum. Það verður mokkað hérna fyrir helgi og sökkulvinnar er byrjað í næstu viku, þannig að þá verður þetta bara að koma fullan skrið. Þú ert ungur maður, ertu sammála því að kröfurnar eru orðnar aðrar í dag í svona íbúðum? Það er mjög miklar kröfur í dag, mann sér það. Það er alveg greinilegt sko. Fólk vil hafa allt tipp-topp einhvern veginn. Það fara fáir inn í húsin hálf kláruð, eins og var víst í gamla daga. En hvað segir mér svona, ég verð eiginlega að skjóta að ykkur, það er alltaf að koma upp eitthvað svona vandamál, ekki alltaf, það er að koma upp vandamál á og til með raka og myglu og annað. Hvernig stendur á þessu? Sko, hann er ekki hjá okkur. Við byggjum bara gamla mátan og okkar metnar eiginlega í því við kaupum yfirleitt allt í nærumhverfi. Við hugsum heildarmyndina, við erum að lifa hver öðrum sko. En þessi raki á þetta, er þetta ekki bara einhver handvömm? Eru þeir að gera þetta hratt? Já, sumstaðar, en yfirleitt þessi mygla, þetta er náttúrulega rosalega mikið loftleysi í húsum. Það er bara svoleiðis. Þannig að við bara steypum húsin og pússum þau og einangrum þau á gamla mátan. Þú ert með fjölskyldunni í þessu, dóttirinn tekur fyrstu skóflustunguna, Sveinbjörn sonurinn hérna hægri hönd, öll fjölskyldan og Pétur sonurinn, hann teiknar þetta allt saman. Já, þannig að þetta er að kona sér bókhaldið. Hann vantar bara að valda. Tannlæknirinn, já, hann sér aðra hluti. Ég held nú alltaf að hann yrði ykkur tæknimaður í byggingageiranum sko, en hann fór bara aðra leið sko. Hann vann hjá okkur líka sko. Hvernig hefur þið gengið vel að fá samstarfsfólk með þér í gegnum tíðina, iðnaðarmenn og undirverktaka? Alveg bara ljómandi. Ég er alltaf með sömu mönnina. Það er aldrei neitt vandamál. Bragi, það er ótaf að segja, já, það finnst varla hús í garðinu sem að þú hefur ekki byggt, það er rétt? Ég segi það nú ekki, en þau hefur samt voru ansi mörg, sko, sem ég hef byggt, sko. Við erum hérna í nýrri viðbyggingu við grunnskólan, Gerðaskóla. Hvað getur þú sagt okkur annað? Það er alltaf fullu hérna? Já, við byggðum sko fyrir hluturna skóla 2008-2010 og svo var þetta boðið út í fyrra og við náðum því og við höfum 10 mánuði til þess að gera kennsluhæfa hérna niðri og núna erum við að halda áfram og reyna að ýta þessu eitthvað undan okkur. Þannig að hér er alltaf fullum, nýbyrjað aftur. Það var lítið sumarfrí í sumar? Mér langar ekkert í svona verk aftur á sumarlagi. Ég segi alveg eins og er. Það er erfitt að halda mönnum á sumrin sko. Það vil allir náttúrulega vera með fjölskyldunni, leikskólarnir lokaðir og þetta er bara svoleiðis. Þannig að ég voni að fá yfir í friði með svona pressu í sumar. Hvað með, þú er búin að koma að mörgum stórum byggingum svona fyrir sveitafélagi líka og fyrirtæki hérna í garðinu? Já, mjög mörg. Ég er náttúrulega búin að eiginlega sinna Gerðarhreppi eingangu, ég hef náð flestum eiginlega öllum tilbúin hérna. Og svo hef ég náttúrulega, það gefið notandi að Nesjuskur hefur notað okkur svakalega mikið og það er bara gott mál. Hvað ertu með mikið af fólki í vinnu? Já, sko, við erum núna 15. En svo er náttúrulega þessi hópur sem er í kringum hérna, þessi undirverk, þetta eru svona 40 manns hverjum degi sem er í kringum okkur. Þannig að eins og þetta keðan slitni ekki, sko. Þannig að þetta er nú, já, 40 manns í kringum fyrirtækið þitt sem er að starfa, 40 störf, það er ansi mikið. Já, það er ansi mikið og er búin að vera alveg bara stanslaust og yfirleitt sömu mennirnir, maður er bara heppinn með það, maður alltaf gerir þetta ekki einn og þetta byggist náttúrulega á góðum mannskap sem maður treystir. Það er gaman þegar vel gengur? Já, mjög vel, gengur vel. Þið náttúrulega orðnir þaulvanir? Já, smá reynslufangan. Já, þannig að það er bara gott sko. Þú sér ekki eftir að hafa byrjað á sínu tíma? Nei, þetta bara þróaði svona sko. Ég held ég er nú innréttingast mjög fyrst.
byrjaði að læra það, byrjaði á múrverki, stóð svo Englendingasmiðs, svo endaði ég í þessum slag, sko, búinn að vera í þessu síðan. Og þannig að þetta, ég get ekki segja þannig að strákarnir mínir og fjölskyldurnar hafa gaman að þessu líka, sko. Það skiptir máli, það gaman. Já, ef maður hefur gaman að því, þá vil ég vera við það, sko. Þannig að það mjög gaman. Það er alltaf verið að tala að það vanti iðnaðarmenn á Íslandi. Það virðist alltaf vera þörf fyrir iðnaðarmenn. Já, mér vantar ekkert fleiri iðnaðarmenn. Ég með nóg af mönnum í kringum mig, sko. Þannig að, já, sko, það náttúrulega þessu stóru verktakar sem að taka þessu stóru verk, þeir ná ekki að manna það. Og þá náttúrulega verður þeir að fá aðstoð. Og þá sækja það erlendis frá. Þetta náttúrulega margt að bara gott fólk eins og við, sko. Þannig að það náttúrulega breytir engu. Nei. Hefur þú ekki þurft að gera það? Nei, ég hef ekki gert það. Ég hef með eingöngu Íslendinga. Alla tíð verið. Ekkert út af því sem ykkur að fóbíu út á útlendingum. Þetta er bara svona. Ég hef verið með íslenska starfsmenn. Fer allur mannskapurðin núna þá í klöppina? Nei, það fari ekki allir þá. Nýju götuna? Við förum bara feðgarnir og ykkur að hressa með okkur í uppsláttinn. Hinir verða hér í skólunum og í húsunum útrá. Ég á svona 2 mánuði eftir útrá. Og svona bara með því að sinna öðrum verkum. Þú veit hvergi næri hættur? Nei, ég von ekki. Ég er bara fullur eldmóði en þá. Það er nú ekki amalegt að byggja hérna út í garði, frábær staður hérna við sjóinn. Mér finnst þetta bara forréttindi að fá að vera hérna, í alvöru. Mér finnst það. Bara alveg geggjaður staður. Það er sammála því sem við? Já, mér líst vel á þetta. Þetta bara lofar góðu. Heldur það að verði rifist þessar íbúðir? Það verður svo bara komið ljós. Hvað er þetta stórar íbúðir? Það eru frá 105 og upp í 170 eitthvað fermetra. Það verður margar stærðir í boði. Og hvað ætla að klára götuna á 2 árum segirðu, svona bara, og þið ætla að byrja á 12 íbúðum? Já, svo er bara haldið áfram, framhald beint í hitt, það er bara... Og fljótlega bara auglýst? Klárum bara fyrst. Við klárum alltaf. Klárum bara fyrst í 12 og svo seljum þeir. Ég tók þar afsölu í gær. Læti svo mikil. Já, þannig ég á svona 2 mánuði eftir að klára þær. Þannig ég ætla bara að klára þær og svo verður bara opið hús. Alveg. Það er 4 á markaðanum. Það er ljófjör. Við sögðum frá komu hátæknitógarans Baldvins Njálssonar til Íslands í síðustu viku en skipið er í eigu Nes Fisks í Garði. Við fengum að fara með skipinu í stutta sjóferð frá Keflavíkurhöfn til Hafnarfjarðar og ræddum þar við skipverja. Skipið er ekki aðeins fallegt heldur eða það einnig búið fullkomnustu tækjum. Hvað er það að fara í langa túra? Er bara reynt að fylla eða hvað er það að fara langt og lengi? Nei, ég var nú ekki vonað að vera mikið breyting á því. Við vorum að róa svona innan almanaksmánaðarins og skipta. Og það sem kannski verður hérna öðru sig að við verðum kannski fljóta að afgreiða skipið og skiptum áhöfn. Skipið verður bara keyrt, það kemur inn á morgni og eigum að geta landað öll á einum degi. Það verður risavaxna lestar hérna. Það er nú út á mótin ef maður tækist að fylla þær einhvern tíma. Það taka yfir 1000 tonna afurðum, þannig að það þarf mikinn kvóta en það kannski kemur einn daginn. Já, ég ætlaði að spyrja því, hvað tekur skipið svona, ef við fyllum skipið, hvað verður það þá mikið? Það eru 900 tonna afurðum ef við förum í flök. Það tekur 46.000 kassa á bretti. Þannig að lestarplássið er gríðarlegt og við erum með lestar á 2 hæðum sem gerur okkur kleift að geta átt við liftara frekar í vondum veðrum. Við þurfum ekki að lifta þessu mjög hátt. Við erum með lág bretti 1 og 20 hæð, þannig að við erum með 2 hæðir í hvorri lest. Þannig að það er mjög spennandi. Þannig að þú búinn að vera svona lengi á gamla Baldvini. Þetta er náttúrulega, eins og ég sagði, bara risastór stökk fyrir þig og áhöfnina. Já, það er það. Þetta eru rosalega forréttindi fyrir okkur og eftirvæntingin er gríðarleg. Já, þetta er risastór stökk. Manni hlakkar rosalega til að fara að sjá fisk koma hérna inn og
koma þessu í gang. Nú búið að vera mjög gaman en nú reynir á okkur. Það krefjandi tími framöndan. Hávetur líka. Alvaran að byrja, það þarf að fara að vinna fyrir þessu. Hvað kostar þetta mikið? Þetta kostaði fullt af peningum. Þú voru að spyrja eigendurnar. En við verðum að reyna að standa við okkar og fá okkur inn á þetta. Viljum, hvernig geturðu lýst þessum vinnslusal fyrir okkur? Hérna er mikil sjálfvirkni og sko afturparturinn á dekkinu kannski hefðbundinn. Það var hausað, kælikur, flaggað, svo fer það hérna upp á snyrtiborð, svo tekum við sjálfvirk hérna flokkun á flökum og svo er pökkun þar fyrir framann og fyrir framann það er eiginlega sjálfvirk frysting, bakkar pönnun að fara sjálfar inn í frysta og út úr frystum. Þannig að mannsöndin kemur hvergi nærri fyrir en þegar blokkinn eru settar í pappakassa. Og frá þeirri pökkun þá fer þetta annarkvort inn á hótel sem er róboti. Það er að geyma afurðir sem eru ekki að fara jafnum niður. En svona megin afurðin fer beint á bretti, er brettuð og niður í lest. Það sem er lyftar af einn lest og 2 hæðum. Frost. -30. Þannig að var gengið út frá því við hönnun skipsins að vera með svona eins mikla sjálfvirkni og hægt er? Já, það var hugmyndi hjá Nesjusmönnum allan tíman að vera með þeim sjálfvirkt og hægt væri. Það er orðið svolítið málið í dag í stærri skipum, nýjustu. Já, það er eina leiðin upp á að ná hagkvæmni, afkostum, á þess að vera að bæta mikið mannskap. Og þú ert búin að vera, síðustu árin 2 nærri að fylgjast með hvernig þetta er gert? Ég var á Spáni í 15 mánuði yfir þessari smíði. Fór þangað eina ferð í júlí í fyrra, það kjölur var lagður og fór svo í ágúst með fjölskylduna. Og við vorum þar saman í ár í COVID-i. Það var eins gott ég tók fjölskylduna með. Það hefði ekki verið gott að vinna erlendis og vera að flækjast á milli. Hvernig gekk vinnan? Mjög vel. Þetta er mjög flott stöð. Þetta sjáum við það, skipið er komið heim eftir 15 mánuði. Þetta er unnið með tíma? Já, afhenda skipið á réttum tíma eftir samning. Var COVID ekkert að trufla þetta? Nei, þeir náðu að stýra, þeir hólfa skiptustöðinni og þannig að fólk sem vann í þessu verkefni það var í sér hólfi og þetta hólf slapp. Er þetta svakalega skemmtilegt að vera komin á nýtt skip? Hafandi verið á þeim gamla? Já, þetta er ekki hægt að líka þessu saman, sko. Þetta er eins og að vera bara í rauninni á 5 stjörnum togara. Það er ekki að segja neitt meira en það. Bara allur aðbúnaður og allt sem að okkur kemur alveg sama hvar við lítum á það er það bara allt til fyrirmyndar, sko. Algjörlega. Þannig að þið funduð verulega fyrir því núna að þeir voru að sigla heim frá Spáni. Hvernig skipið er í sjó á miði við það gamla? Já, það var náttúrulega bara á köflum bara fáránlegt, sko. Vorum að sigla á 12-13 mílum í 20 metrum á móti. Og það var bara, eins og maður segir, kósí bara. En það hefði aldrei verið svolítið hinum megin, sko. Maður hefði þurft að liggja þar einhvers staðar bara og skorða sig. Og ekki gengið nema kannski 6-8 mílur. Þannig að mannskapurinn hlýtur að vera mjánaður? Já, mjög. Og bara, við erum svona eiginlega ekki búin að meðtaka þetta eiginlega ennþá heldur. Hvernig þetta, hreyfingarnar í skipinu, læra inn á hann og þetta er svo, líka þetta er svo hljóðlaust allt saman. Það er engin hávaði. Það er svona mesti munur. Við heyrum eiginlega mest þegar við erum að ganga skipið. Þá heyrum við mest í lækkað aðeins í því, það er ekki söfrið fyrir þér. Men heyrðu ekkert í ykkur í gamla skipinu? Miklu meiri hávaði, bara umhverfis hávaði frá skipinu sjálfu á gamla, sko. Þar náttúrulega var allt glussadrifið, sko. Öll spil og allt borð. En hérna er, held ég, 80-90% í rafmagni. Það heyrist ekkert í þessu. Bara hljóðlaust. Jæja, Helgi, þetta hlýtur að vera svolítið mikið viðbrigði að koma í svona aðstöðu, er það ekki? Er mikill munur frá gamla Baldvini yfir í þennan? Þetta er svolítið öðruvísi. Svolítið mikið. Þetta er ekki saman skipið. Þetta verður ekkert betra en þetta. Bara ekki inn í svona veitingastöðum, sko. Þannig að þetta er bara skemmtilegt.
Og hvað sem sagt, bara topp aðstæða í rauninni? Já, þetta topp aðstæða. Það allt til alls hérna og verður bara gaman að vinna hérna. Hvernig líf brytans borði í Baldvini? Hvað þetta mikil vinna? Þetta svona 15-16 klukkutímar á sólarhring. Byrja snemma og alveg fram á nótt? Já, þetta frá 6-7 á morgnana til 9-10 á kvöldin. 30-32 daga. Svo ferðu heim í mánuð. Það þarf alltaf að elda hún í mannskapinni. Þetta eitthvað öðruvísi út að sjóa? Þetta náttúrulega það svona einhver aðeins hugað ýmsu sem þú þarft ekki í landi. Ég náttúrulega bara elda eftir veðri. Þú þarft að gera kannski 4 lítra sósu í 20 lítra potti. Það fer bara eftir hvernig veður sko. En svo eldar maður bara svolítið eftir hvernig veðrið og maður ekkert endilega mikið með fastan matseðil þannig sko. Það getur breyst bara degi frá degi sko. En hvernig þá valið í kostinn? Bara svona eftir stuði. Það alltaf steikur á sunnudögum og svona ýmsir fasti liðir. Saltfiskur á laugardögum. En svo þetta bara svona eftir minni hendisemi, hvað mann langar að gera. Eru þeir ánægðir kallandir? Já, með matinn hjá þér? Ég allavega ennþá hérna. Er einhver uppbólsir eftir það? Skipstjóran og réttin kubbastegg. En nei, annars það bara eitthvað gott kjöt og einhverju skemmtilegir fiskréttir sko. Er hægt að vera að leika sér eitthvað út á sjó í matreiðslu eða ekki? Hérna mest hægt að leika sér sko. Hérna ekkert fastur matseðill eða alltaf sama rútínan. Hérna leikum maður sér bara og getur gert það sem hugurinn girnist í raun og veru sko. Koma allir í mat í einu? Hvað, þetta fullt af mönnum? Við erum 26 borð og það kemur í 2 hollum, klukktíma fresti, 10 til 12 manns í einu. Þannig að þetta ekkert ekki erfitt þannig sko, en veðri getur oft leikið í grátt. Það breytin að vaska upp líka? Já. Það þarf að vaska upp og þrífa og elda og halda það hreinu, ganga frá. En ekki uppförskana vel í nýja skipinu? Þessum? Nei. Ég var nokkrar, 2. Já, þannig að þú kvartar ekki? Ég ætla ekki til kvarta. Ég mjög ánægður með þetta. Það sem stendur fram úr þessu skipi náttúrulega hönnunin kringum skrúu og aðalvél. Það skulle ná hérna á 3000 kílóvattum einhverjum 75 tonnum kannski í tógkraft sem er náttúrulega bara ótrúlega árangur og ég tel að það sé eina árangur í dag til að í þessum mengunarkröfum það að fá fleiri kíló í tógkraft út úr kílóvattin. Það eina raunhæfa lausnin sem við höfum í dag í þessum mengunarkröfum. Út af þetta sem að bjóða eiga allt sameiginlegt í nýjum miðla sem að koma, annarkot eru orkulitlir eða rosalega erfitt að geyma á. Og tæknin nýtt hérna til fullnustu? Já, hvar sem í skipinu. Útgerðarkonan Bobba Þórbjörg Bergsdóttir, ekkja Baldvins Njálssonar, stofnanda Nesfisk, fór út til Spánar til að taka á móti skipinu ásamt fleirum úr Nesfisk fjölskyldunni. En hún gerði meira, hún kom heim með skipinu. Var ekki gaman að koma hérna í þína heimahöfn hérna í Keflavík? Þú lappaðir hérna 200 metra upp í íbúð. Já, en það var dálítið skrítin tilfinning samt þegar við vorum fyrir utan Nesfisk. Það var mjög skrítin tilfinning af því sko, mér fannst eiginlega, ég var þeim megin, en ég hafði sko eiginlega vilja vera með stelpunum í gluggunum á skrifstofunni sko. Já. Ég var eiginlega ekki réttu megin og það var svolítið skrítin tilfinning. Já. Nú þarf að fara að veiða fyrir þessu sko. Já, ertu búin að samla fyrir þessu? Ég hef engar áhyggjur af þessu, ég er að fara. Það annar að standa skil á þessu sko. Ég hef búin að standa skil á mínu. Já. Þannig að þetta hefur verið gaman fyrir því að fara með skipinu heim. Það var geysilega gaman. Já. Það var náttúrulega hápunkturinn. Já, skemmtileg kona Bobba og við heyrum meira í henni í þættinum í næstu viku, enda hefur hún frá ýmsu að segja úr útgerðarsögu fyrirtækisins. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við vorum með veglegt blað í þessari viku sem dreift frítt öll Suðurnesin, en í næstu viku kemur út jólablað Víkurfrétta, stærsta blað ársins.
Við erum að skrifa fréttir alla daga á vikufréttavefinn vf.is og nýjar golffréttir þó að það sé hávetur. Alla daga á kylfingur.is. Við endum þáttinn í aðventugarðinum í Reykjanesbæ og hlýðum á lag frá hljómsveit tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Jólin eru að koma. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst í næstu viku. Verið sæl. Thank you.